Í dag ætlum við að skoða hvernig 4 mjög ólíkir fornaldartekstar geta flettast saman í eina magnaða sögu. Þetta er saga ljós sem brýst fram úr algjöru myrkri. Já, hvernig getur von eiginlega kviknað þegar allt verðist sem svartast, í miðri kreppu? Þessi spurning í raun kjarninn í öllu því sem við ætlum að fara yfir núna. En til þess að skilja vonina, þá verðum við fyrst að skilja myrkrið. Við þurfum að vita hvaðan það kom. Þannig að byrjum þar. Jæja, við þurfum að ferðast alveg aftur til 8. alda fyrir Krist. Þetta er umróta tími. Ríkið Ísraels er klofið í tvennt og hefur risavaxna og miskunnarlausa Assýríuveldi á fullri ferð að stekka við sig. Og það er einmitt norðurhéruðin, Sebúlon og Naftali, sem verða fyrstu fórnarlömbin. Þau falla árið 732 fyrir Krist. Þessi landsvæði urðu í kjölfarið þekkt sem land skuggans. Og þetta var meira en bara landfræðileg staðsetning. Þau urðu lifandi táknum niðurleigingu örvæntingu fyrir alla þjóðina. Þetta er myrkrið þar sem sagan okkar hefst. En einmitt þó, þegar allt virti sem svartast, þá stígur spámaðurinn Jesaja fram með boðskap sem enginn átti von á. Boðskap vonar. Hugsið ykkur að heyra þessi orð á þessum tíma. Þegar allt virðist glatað, þá talar Jesaja ekki bara einhverja smá vonarglætu, heldur mikið ljós. Þetta er loforð algjöra umbreytingu, loforð að stíga úr djúpu myrkri og beint inn í skæra birtu. Og lykilatriði hér er að Jesaja notar mjög kunnulegt tungutak. Hann notar tungutak sem fólk kannaðist við úr konungskrýningum. Hann var því ekki bara að tala einhverja óljósa von, heldur komu nýs leiðtoga, nýs konungs, sem myndi koma á friði og öryggi. Og það sem er svo magnað er hvernig Jesaja útskýrir þetta. Hann segir að sigurinn verði einsog á Míðíansdegi. Hann er að vísa í forna sögu þar sem Gídeon og örfær menn sigruðu rísastóran her, ekki með herveldi, heldur með klókindum og trusti á Guð. Skilaboðin voru því alveg skýr. Það átti að sigra þetta yfirþyrmandi herveldi með trú, ekki með meira herveldi. Sko, þetta var loforðið gefið á myrkustu stundu, en hvað var svo það? Til að komast að því þurfum við að spóla ansi langt fram í tíman. 700 ár. Það er ótrúlega langur tími fyrir loforð að lifa af. En þessi langi biðtími byggir líka upp gríðarlega eftirvæntingu fyrir tengingunni sem alveg að koma í ljós. Og þá gerist það. Mattheus, einn af guðspjallamönnunum, vitnar beint í þessu orði Jesaja. Þetta er engin tilviljun. Hann í raun að segja við lesendur sína, muniði eftir þessu forna loforðum ljós í myrkrinu. Jæja, hér er það. Og hérna sjáum við þetta lagt fram, alveg svart á hvítu, spádómurinn og uppfyllingin hlið við hlið. Mattheus passar sig á því að taka það fram að Jesús hefji störf sín á nákvæmlega sama stað í landi Sebúlons og Naftali, þessu forna landi skuggans. Þetta er augablikið þar sem aldirnar tvær mætast og sagan smellur saman. En hvað þýðir þetta ljós þá í raun og veru? Hvaða áhrif hefur það? Við skulum kanna það núna, bæði fyrir einstaklingin og fyrir samfélagið allt. Já, hvað þýðir það að lifa í þessu ljósi? Svarið við því í rauninni tvíþætt. Annars vegar snýr það á okkur sem einstaklingum og eins vegar á okkur sem samfélagi. Á persónlega planinu er svarið traust. Þessi lína úr salmónum lýsir því fullkomlega. Að lifa í ljósinu þýðir að losna við óttan, sama hvaða ógnir steðja að. Þetta í raun yfirlýsingum ótalós traust. En þá ekki nóg að horfa bara inn á við. Ljósið hefur líka samfélagslega hlið. Og til að skilja hana skulum við kíkja á samfélagið í borginni Korinthu þar sem fólk glímdi við stort vandamál, sundrung. Fólk var að skipta sér upp í fylkingar eftir því hvaða leiðtoga það dáðist mest að. Einblind var á sendibúðuna í staðinn fyrir boðskapin. Og þetta var að valda alvarlegum og djúpum klóningi innan samfélagsins. Og þá kemur Pál póstulu með þessa alveg ótrúlega beittu og afhjúpandi spurningu. Hann spyr, Kristi skipt? Spurningin dregur fram kjarna vandans. Sundrungin afneitar í raun eðli þess ljós sem þau þóttust fylgja. Ef ljósið eitt, hvernig getur fólki sem lifir í því verið sundra? Jæja, drögum þetta nú allt saman og sjáum hvaða lærdóma má draga af þessu ferðalagi. Þegar við lítum tilbaka,
þá sjáum við þennan rauða þráð sem spannar aldir. Hann byrjar í myrkri sögulegra greppu, hann verður svo að loforði ljós og það loforð rætir síðan loks í persónu sem kallar fram bæði persónulegt traust og samfélagslega einingu. Þetta í stuttumáli ferðalag ljósins. Og þessi setning hérna, hún dregur þetta eiginlega fullkomilega saman. Eining ekki einhver valkostur, hún rökrétt áleiðing þess að vera í ljósinu. Ef allir eru tengdir við sama ljósið, þá eru þeir óhjákvæmilega tengdir hver öðrum. Þannig að við endum á þessari spurningu. Þessi forna saga ljós sem sigrar myrkur ekki bara einhver sagnfræði. Hún áskorun. Hún spyr okkur, hver eru okkar myrkur í dag og hvar finnum við það ljós sem getur gefið okkur von?